Fyrrverandi rektorar, aðstoðarrektorar, forsetarfræðasviða, deildarforsetar, starfsfólk Háskóla Íslands, kæru kandídatar, góði gestir, nær og fjær. Ég óska ykkur, kæru kandídatar, innilega til hamingju með daginn og árangurinn sem staðfestur með prófskírteinunum sem þið takið við hér á eftir. Sá áfangi sem þið hafið nú náð markar tímamót í lífi ykkar. Hann opnar ykkur leið að nýjum störfum, gefur ykkur færi á að dýpka skilning ykkar á heiminum, samfélaginu og ykkur sjálfum og þannig grunnur að áframhaldandi námi og þroskagöngu sem varir alla ævi. Kaupið ánægjuna fyrir erfiði og þá mun ykkur farnast vel í lífinu, sagði einn áhrifamesti skólamaður Íslendinga, Sveinbjörn Egilsson, þegar hann gaf nemendum sínum hollráð við skólaslit, en Sveinbjörn var fyrsti rektor lærða skólans sem síðar varð menntaskólinn í Reykjavík. Orð hans geyma sígild sannindi því þegar við leggjum hart að okkur í leik og starfi, virkjum við hæfileik okkar til hins ítrasta og finnum fyrir endurnærandi gleði. Þú ánægja sem Sveinbjörn hvetur okkur til að sækjast eftir þannig að aðrir geta öðlast hlutdeild í henni. Að þessu leyti hún ólík sjálfhverfri augnabliksánægju. Leið og við ræktum hæfileik okkar sköpum við nefnilega margvíslegar afurðir á sviði vísinda, lista og menningar sem aðrir fá að njóta með okkur. Kæru kandídatar, enginn maður eyland. Til að rækta hæfileika okkar þurfum við tækifæri til samvinnu, aðstöðu til athafna og leiðbeinendur og fyrirmyndir til að vísa veginn. Fullyrða má að engin samfélög hafi náð viðlíka árangri í þeirri viðleitni að skapa hvetjandi umhverfi fyrir ungt og upprennandi fólk og háskólar Vesturlanda. Æviverk þúsunda liggja á bakvið stofnun á borð við Háskóla Íslands sem okkur falið að varðveita og styrkja í mótvindi jafnt sem meðvindi. Þrátt fyrir margvíslegt mótlæti, efnahagsleg áföll, skæðan COVID, heimsfaraldur, eldsumbrot og ýmislegt fleira, hefur Háskóli Íslands haldið sínu striki, vaxið jafnt og þétt allan fyrsta fjórðung þessarar aldar. Raunar hefur sókn skólans verið með ólíkindum, hvort heldur litið til kennslu, rannsóknarvirkni, húsnæðis eða annarar aðstöðu. Fjöldi árlegra brautskráninga hefur farið úr 1000 við upphaf aldarinnar í 3700. Á sama tíma hafa brautskráðir doktorsnemar við skólan 20-faldast, farið úr 4 á ári í 80 á síðasta ári. Rannsóknarféð sem við höfum aflað í síharðnandi innlendri og erlendri samkeppni hefur þrefaldast á undanförnum 10 árum, farið úr 2 milljörðum króna í 6 milljarða. Að sama skapi hafa rannsóknarafköst innan skólans margfaldast. Árið 2000 voru birtingar vísindafólks háskólans í alþjóðlegum vísindatímaritum 200 talsins, en nú eru þær komnar í 1600. Það ekkert minna en 8-földun á ári. Svipaður vöxtur hefur átt sér stað þegar litið til erlendra samstarfsaðila Háskóla Íslands og sprotarfyrirtækja og einkaleyfa sem skólinn á hlutdeild í. Þá má benda á að erlendir nemendur við skólann eru nú 2300 talsins frá 114 þjóðlöndum en þeir voru 400 við upphaf aldarinnar. Það ekki síður áhugavert að skoða hvernig ytri ásýnd Háskóla Íslands hefur tekið stakkaskiptum á fyrsta fjórðungi þessarar aldar. Á þessum tíma höfum við tekið í notkun fjölmargar nýjar byggingar og tengt margar þeirra saman í eina heild með tengibyggingum og undirgöngum og nú nánast ómögulegt að hugsa sér Háskóla Íslands án þessara samtengdu bygginga sem dagsdaglega iða mannlífi og bjóða frábæra aðstöðu fyrir nemendur. Það munar minna en nýju byggingarnar Öskju, Háskólatorg, Gimli, Veröldhús Vigdísar, Eddu, Vísindagarða Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni og nú síðast Sögu sem skapar langþráð tækifæri til að flytja menntavísindasviðin á háskólalóðina.
Það opnar ótrúlega nýjar leiðir til þverfræðilegra samvinnu með menntun fagfólks fyrir íslenskt skólasamfélag. Síðast en ekki síst hefur Háskóli Íslands í samvinnu við Reykjavíkurborg nýlega lokið við gerð heildstæðrar og metnaðarfullrar þróunaráætlunar fyrir allt háskólasvæðið sem mun varða veginn til farsældar í framtíðinni. Á síðasta áratug höfum við einnig umbylt innri starfsferlum okkar og innleitt ný rafræn kerfi á öllum sviðum starfseminnar. Þannig gera ný námsumsjónarkerfi og prófakerfi okkur kleift að umbylta þjónustu við nemendur. Einnig höfum við stofnað kennsluakademíu á norrænni fyrirmynd til að efla gæði kennslu og Háskóli Íslands hefur leitt samstarf 9 evrópskra háskóla og háskólans í Minnesota í Bandaríkjunum undir merkjum Aurora sem miðar meðal annars að því að auka enn frekar gæði háskólastarfs og margfalda námsframboð íslenskra háskólanema á komandi árum. Nú eru hvorki meira né minna en ríflega 300.000 nemendur innan Aurora samstarfsins og möguleikarnir til framfara eru nánast óþrjótandi. Þessi magnaði árangur fjarri því að vera sjálfgefinn. Okkur hefur tekist þetta með einbeittri samvinnu allra sem starfa við Háskóla Íslands, nemenda, starfsfólks og fjölmargra samstarfsaðila í samfélagi og atvinnulífi. En árangurinn líka undir því kominn að þau sem fara með almannavald og almannafé styðji öflugt háskólastarf í verki. Leið og í óska nýrri ríkisstjórn Íslands velfarnaðar í störfum sínum vil ég nota tækifærið og hvetja ríkisstjórnina til að byggja til framtíðar og forgangsraða í þágu háskólamenntunar og þar með í þágu þjóðarinnar. Háskóli Íslands og hefur lengi verið eitt skilvirkasti háskóli í Evrópu, hvort sem litið til fjölda útskrifaðra nemenda miðað við fjármagn eða fjölda starfsfólks. Fjárfesting í Háskóla Íslands fjárfesting í framtíðinni sem margborgar sig fyrir íslenskt atvinnu og þjóðlíf. Í framhaldi af þessu, þá vil ég segja, kæru kandidatar, í nýlegri könnun bandarísku háskólasamtakana kemur fram að 93% aðspurðra atvinnurekenda taldi mikilvægast að brautskráðir háskólanemar gætu unnið markvisst saman í teymum. Í annað sætið settu þessi sömu aðilar hæfileika nemenda til að hugsa á gagnrýninn hátt. Þetta til marks mikilvægi alhliða háskólamenntunar og þverfræðilegrar samvinnu í nútímanum. Við stöndum á þröskuldi nýrra tíma, gervigreind, bylting í reiknigetu tölva, stór aukin sjálfvirkni og endur og símentun munu skapa ykkur, kæru kandidatar, aukin tækifæri til samvinnu þvert á fræðigreinar í framtíðinni. Einn af kostum slíkrar samvinnu sá að hún eflir okkur hvert á sínu sérsviði. Það er einstök ánægja fólgin í því að sjá verk okkar nýtast öðrum í gefandi samvinnu. Að ríkja kærleikar með góðu samstarfsfólki og kærleikurinn þverar tíma og rúm, svo vitnar sig í skáldið Eyrúnu Ósk Jónsdóttur. Ágætu kandidatar, Háskóli Íslands í hópi fárra háskóla í heiminum þar sem stúdentar og starfsfólk velja æðsta stjórnanda skólans í lýðræðislegum kosningum. Sú tilhögun gerir háskólasamfélaginu kleift að ræða saman hvar við stöndum, hvert við viljum stefna, hvað hefur áunnist og hvar við viljum gera betur. Nú kosningabarátta vegna komandi rektorskjörs í fullum gangi og ber að fagna því hve margir hæfir einstaklingar gefa kost á sér til starfans. Mestu skiptir að umræðan sé hreinskiptin, málefnaleg og metnaðarfull og kosningabaráttan sanngjörn. Það ómetanlegur styrkur fyrir æðsta stjórnanda Háskóla Íslands og talsmann skólans út á við að sækja umboð sitt til alls starfsfólks og nemenda skólans. Kæru kandidatar, þetta mun vera í 19. sinn sem ég fæ þann heiður að ávarpa brautskráningarhátíð Háskóla Íslands. Þessar stundir hafa verið með þeim ánægjulegust í starfi mínu sem rektor. Í ávarpum mínum hef ég jafnan hvatt kandidata til að láta ekki bölsýni spilla starfsgleði sinni og framtíðar vonum og leið sjálfri lífsgleðinni. Ég bent á að núverandi kynslóðir búi við minni fátækt,
betri heilsu og geti vænst lengri ævidaga en allar fyrri kynslóðir jarðarbúa. Þá hef ég einnig vakið athygli á þeim mikla árangri sem náðst hefur í baráttunni við ungbarnadauða, ólæsi, loftslagsvána, heimsfaraldra og þannig mætti lengi telja. En við megum aldrei gleyma því að allan ávinning þarf stöðugt að standa vörð. Við höfum fulla ástæðu til að ætla að framfarirnar verði jafnvel enn örari á næstu misserum með ábyrgri notkun gervigreindar og skynsamlegri nýtingu takmarkaðra auðlinda. Á sama tíma hef ég hvatt til þess að við höfum hugrekki til að horfast í augu við og takast á við áskoranir samtímans sem allstaðar blasa við. Það er hlutverk ykkar allra, kæru kandídatar, sem í dag haldið út í lífið með prófgráður ykkar í farteskinu að leita leiða til að auðga og fegra mannlífið. Andspænis ógnarstórum áskorunum skiptir mestu að beina kröftunum að því sem við getum haft áhrif á og þokað til betri vegar. Þannig farnast okkur sjálfum best í lífinu og þannig verðum við öðrum að mestu gagni. Kæru kandídatar, hér í Háskóla Íslands hafið þið lagt grundvöll sem þið getið treyst á ókomna framtíð og byggt ofan á. Til ykkar verða gerðar miklar kröfur á ólíkum sviðum lífsins og ég er þess fullviss að þið muni axla ábyrgð með sóma og láta gott af ykkur leiða. Með þeim orðum hvet ég ykkur til að ganga stolt og vongóð til móts við ný verkefni og nýjar áskoranir. Framtíðin er björt, hún er ykkar. Kærar þakkir.